Svo að við byrjum hérna í 2A og opnum Control Expert, setjum upp vélina. Við skellum bara hérna á nýtt verkefni og undir í Project Browsernum þá veljum við 2020 vélina. Það sem sagt M340, 2020 hérna, Modbus Ethernet. Og þegar þetta kemur upp, hvort við höfum að setja inn hérna password, sleppum við því, exum þetta út. Og þá setjum við hérna, smellum á plus við PHP bus og hér vélin. Ég ætla að tvísmella hérna til að fá hérna til hægri. Útlitið á söklinum. Ég ætla að fara og skipta út þessum spennugjafa og ýti bara á delete þegar ég er búinn að velja hann. Tvísmelli svo aftur á spennugjafan. Ég ætla að fá hérna 2010 standard isolated DC power supply. Velja hann. Og svo í sökli 1 þá ætla ég að hafa analog einingu. Það er 0600, 4 inngangar, hliðrænir og 2 útgangar, spennu eða straum. Síðan í sökli 2, þá ætla ég að velja hérna discrete og þar erum við með 1602 sem er innganga, sem sagt 16 innganga fyrir NPN skynjara og útganga, þá erum við með discrete, það er DDO 1602, það er transistorútgangar, 500 mA útgangar. Ok, þá erum við með uppsetta vélina. Svona, þá ætla ég bara að minnka þetta, loka þessu hér. Þá er ég með þennan, ég set upp undir MAST, undir Programs hérna, þá er ég með Logic hér. Ég hægri smelli þar á og segi hérna New Section. Ég ætla að setja upp stigaritið fyrir þetta, því að við erum með ræsingar á dælum og skilvundinni og slíkt. Og ég segi hérna skipa olíukerfi. Og ekki vera með hérna kommustaf eða neitt svoleiðis. Bara velja hérna ladder og eitthvað skipa olíukerfi. Segi bara hérna OK. Og í rauninni þá eru þið bara að fara aftur í smá upprifjun varðandi ladder. Við ætlum að setja upp sem sagt við þurfum að hafa ytri útganga fyrir skilvindu, dælur og hitara. Og eiginlega þá þurfum við bara að lista þetta upp, best er að lista þetta upp fyrst í data editornum og þá Hvernig fannst það eftir hennan BMX þarna? Já, ertu að meina þetta hérna undir configuration? Já. Þú ert með Project browserinn, eða ekki? Þú tvísmellir hérna á kassan. Ég ítti nefnilega bara New Project en þá kom einhver gluggi upp hérna hjá mér. Eitthvað emoticon og eitthvað. Já.
En býtu nú við, getur ekki þá valið sem sagt 340 vélina? Jú, M340 vélina já, og sem sagt Modbus Ethernet 2020. Finnur það? Ethernet, já. Ok, Og þá ættirðu að fá hana hérna inn undir configuration. Sérðu það það? var ekkert, maður átt að sleppa að gera password eða ekki? Jú. Já. Ok, Ok. Og þá tvísmellir á þetta og setur upp þessar einingar. Ok. Þá leiður þess að vera smástund. Ok. Nú síðan sem sagt, það kannski bara gott að hafa eins þetta fyrir framan sig sem sagt, við erum með skilvinduna hérna sem við þurfum að starta og stoppa. Svo erum við með dælu 1 og dælu 2 sem við þurfum að starta og stoppa. Við þurfum útgang fyrir hitara. Þetta í rauninni, já, við þurfum í rauninni ekki nema þá einn útgang sem sagt fyrir hitara 2 því að þessi hitari 1 hérna, hann á regli og hann væri þá í rauninni opnun á, það var eiginlega bara varmaskiptir, sennilega gufu varmaskiptir eða eitthvað slíkt. Og þá, það ekki, já, þá ekki útgangur fyrir hann. Það er spurning. Jú, við þyrftum eiginlega að hafa hérna útgang sem myndi segja þá að hitastigið væri innan marka. Sem sagt, að þá það eitt af skilyrðum fyrir því að býtum við, það skilyrði? Það spurning. Við erum með skilyrðin hérna að hitari 1 og hitari 2 Já, hérna þetta kannski ekki lengur við. Skilyrði fyrir að hitari 1 sé inni. Sko, nú erum við ekki með svona hitara sem af á. Við erum með hitara sem stjórnað af PI-regli og það rauninni frekar þá, við getum að hugsa sér frekar það væri hitað upp með gufu eða einhverju slíku. Þannig að rauninni þetta hérna sko hitastig þarf að vera á bilinu 40 til 42 gráður fyrir að útgangur, já, fyrir hitari 1 sé inni. Já, það spurning hvernig við leysum þetta. Við erum að hérna breyta þessu einhvern veginn. Hitarinn, hann ekki lengur sem sagt, ekki nema að sé sem sagt þá að hérna olían sé með rétt hitastig, sko. Sko, ok. Þannig að hér rauninni að ef að skilvindan í gangi, að það þarf í rauninni að vera
Það þarf að vera einhver loki, sko. En við þurfum bara að finna einhver raunveruleg dæmi í raunveruleikanum og útfæra þetta atriði hérna, hvernig við breytum þessu. Byrjum bara á þessu að setja inn bara alla þessa þætti inn í data editorinn. Nú vona ég að flestir séu komnir með vélina á hreint og aðeins að tékka á Óla. Óli, ert þú ekki kominn með samband við sýndarvélina eða tækniskóla skýið? Kominn inn í Control Expert. Ertu kominn inn í það? Já. Ok, flott það er gengið. Ljómandi. Þá erum við búin að setja upp þessa vél og smellum hérna á data editorinn. Hann er hérna hægra megin við Project Browser, það er eitt hérna á milli og svo kemur data editorinn. Þar þurfum við að setja inn ræsingu fyrir skilvindu, fyrir dælurnar og það er kannski gott að hafa hérna eitthvað fyrir samt hennan heitara 1 hérna. Kannski við myndum hafa bara, já, það er spurning. Þurfum eiginlega alveg að breyta þessu hérna varðandi heitaran. Já, við allavega höfum heitara 2 inni með útgang. En ég er ekki viss hvort við ættum að vera með heitara 1 með sérstakann útgang, vegna þess að við erum með bara þá reglun á hitastiginu með varmaskipti. En sem sagt, við skulum byrja á start, skil. Því við erum bara með eina skilvindu þá erum við í rauninni ekki með neitt númer á henni og við ætlum að hafa þetta íbúl og svo fyrir stopp á skilvindinni við segja hérna stopp distrikk skil og þá kemur að sjálfkrafa hérna íbúl næsta. Þannig að þetta er svona bara fyrir ykkur hugmyndin á því svona hvernig við í grunninn byggjum upp þetta. Þetta er í rauninni aftur orðið einfalt kerfi. Við setjum bara upp start og stopp. Hvernig förum við að því? Þannig að þið getið sett upp svona sjálfur hvernig sem er. Og næsta er að ræsa dælurnar. Start D1 fyrir dælu 1 og ef að ég dreg þetta hérna niður þá held ég að komi bara á að kemur D0 þá hérna breytist í D2 D2 og ég ætla að segja svo næst stopp D1 og síðan dreg ég hérna niður og fæ hérna stopp, breyti þessu í stopp D2. Svo, já, þannig að þá erum við í rauninni að setja upp svona start og stopp fyrir skilvinduna og start og stopp fyrir dælu 1 og dælu 2. Og allavega fyrir hitara 2 þá þurfum við sem sagt af á rofa og það voru fleiri skilyrði fyrir því að hitarinn hérna fyrir framan væri inni
og það væri sjálfu sér hægt að setja skilyrði þarna inn í sambandi við reglin, koma því einhvers staðar í raðtengingu við við auto-manual dæmið, að setja þar raðtengingu á ákveðna þætti, sko. Að dælan væri í gangi, að skilyrðin sé í gangi og þá megi reglirinn koma inn, sko. En þessi hringrás virðist vera alltaf í gangi, þannig að olían frá skilvindunni fer inn á dagtankinn. Því að svo er sennilega loki til þess að skipta hvort hann tekur frá dagtankinu eða tekur frá öðrum tanki, væntanlega. En því er grófsía, sem sagt, þið þekkið þessi kerfi, þannig að þetta var, sem sagt, við vorum á kynningu og það var verið að sýna okkur þetta kerfi. Þannig að við erum að reyna að líka eftir þessu í þessu verkefni hérna. Við ætlum að hafa allavega af á rofa fyrir hitara og þá segir bara af á hitari 2. Þetta er í rauninni bara rofi þar sem við getum slökkt á hitaranum sem að er í rauninni, hann er með tvístöðuregli og hitunin er slökkt ef að hitastigið komið upp fyrir 40 gráður og kemur svo aftur inn. Það kemur inn þegar að hitinn er komið niður í 37 gráður. Þannig að þegar að hitinn er orðinn hærri en 40, þá slekkur hann það. Þetta er milli 37 og 40 sem að tvístöðureglurinn er að vinna og þannig að síðan sem sagt útbúum við útgang fyrir tvístöðureglinn. Hann er í rauninni fyrir hitara 2. Þá segir það því að það verður bara einn tvístöðureglur í þessu verkefni, þá sleppum við að setja eitthvað númer á hann og setjum við bara tvístöðureglur. Tvístöðureglur og hann er fyrir hitara 2, þannig að við höfum ekkert númer á honum. PI-reglirinn, hann er í rauninni fyrir hitara 1 eða hann kemur í, hann reglar hitastigið olíunni fyrir framan skilvinduna og þar er svona varmaskiptir. Þannig að við þurfum að hafa hann sem sagt það er spurning, sko, við vorum með manual og auto eins og í hinnu verkefninu. Við vorum með þetta einhvern veginn svona. Handstýrt eða SRT, og sjálfvirkt. Þetta var rauninni fyrir reglin. Og síðan í rauninni kæmi inn það sem við þurfum að setja hérna fyrir reglin sjálfan. Þá þurfum við að setja inn
þessa þætti hérna. Já, þetta hét auto, manual og það hét hérna, já, manual 0 og auto 1. Já. Og það er náttúrulega stór spurning hvort við þurfum ekki að vera með hérna þá skilyrði fyrir framan þetta hérna, manual auto. Það er það að sko, þessi reglir fara ekki í gang nema að skilvindan sé í gangi og dælan sé í gangi. Og þá fari þessi að vinna og hann eigi já, óskildi á honum væri þá 40 gráður. Þá kannski breytum við bara þessu hérna. Segjum bara að við tvístöðuregli, já, búið til tvístöðuregli fyrir olíuhitara. Já, hiti 1, já, þetta er alltaf eðlilegt. Þetta er á þessu bili hér, en fyrir skilyrðin þarna, að hérna segjum við bara að hitastig, hérna óskhitastig á hita skilvindum óskhiti á olíuhita að skilvindu sé 40 gráður og hérna skilyrði fyrir að reglirinn, að PI-reglirinn, og breytum þessu þannig, að PI-reglirinn sé virkur, sem sagt að hérna manual auto sé sama sem 1. Setjum það inn. Manual og sé sama sem nei, þá er það 1. Svona, sé hátt. Ok, skilur fyrir að PI-reglirinn sé virkur, sé að hann sé í gangi og dæla 1 fyrir framan, fyrir framan skilvindu. Skilvindu sé gangi ásamt af á rofa. Þannig að við gætum tekið út þetta að lokin fyrir þetta væri að vinna. Óskildi á olíu að skilvindu sé 40 gráður. Þannig að þá er komin sem sagt breytingin á þessum lið, A-lið í 6. Þannig að við höfum samt sem áður af á skilyrði fyrir reglu 1. Þá segir bara af á fyrir reglu 1. Af á
fyrir PI regli. Það sem sagt, það inn í þessu lið hérna þá. Skilur fyrir því að PI-reglun sé virkur, sem sagt að manual auto sé einn. Það er betra að skrifa hérna þá að skiljenda sé í gangi, dælan fyrir framan skiljenda sé í gangi og samt að á rofa. Af á rofa og þá er það þetta nafn hérna. Og bara setja það hérna sem skýringu fyrir ykkur. Af á fyrir PI-regli. Og síðan setjum við bara óskildið á olíuhitanum sé 40 gráður. Við getum sett inn í-tíminn. Gerum það seinna. Skoðum það seinna. Við höfum það náttúrulega hérna nú þegar inn í myndunum. Þannig að það er alltaf í lagi að byrja á því að hafa það svona. Þá bara þarf ég að hlaða þessu seinna inn á innuna, þessum breytingum. Og þannig að við ætlum að hafa það þá svona. Og þá er í rauninni komið að því að þið setjið upp þessa stýringu þar sem að þið ræsið skilvinduna og dælunar með bara start og stopp og inn í laternum og síðan er ein lína, fyrir hitarana, en kannski áður við setjum hitarana inn, við getum alveg sett inn hitarana og síðan þarf líka að vera útgangur í rauninni fyrir þetta merki hérna manual auto að reglinin fari ekki inn nema ákveðin skilyrði séu komin inn. Það er hérna í svona lið A hérna. Svo að hérna þá er best að hafa þetta svona til hliðsjónar. Þetta hérna og síðan að byrja aðeins á stigaritinu. Við þurfum að hafa í huga að ef við erum með stoppprófa inn á kerfið utan að frá, þá þurfum við að gera ráð fyrir að þeir séu normally closed. Hvað gerum við þá? Hérna. Við byrjum á því að bara hreinlega setja merki fyrir skilvinduna. Þá getum við hugsað okkur það að skilvindukerfið er þá sjálfstætt starfandi fyrir utan þetta olíukerfi. Þannig að við setjum hérna nokkrum sinnum svona í rauninni þá þurfum við að hafa þessa hérna fyrir stoppið og resetu verið þá svona. Þannig að þetta er það sem við myndum setja upp nokkrum sinnum. Og hafa hérna set og reset.
Og þar, sem sagt, ef við myndum ræsa fyrst, sem sagt, bara kerfið, skilvindakerfið með efsta, start, stopp. Ef við myndum síðan vera með dælu 1 og síðan dælu 2. Og þá er kannski komið að því að setja upp tvístöðureglun. Þá setjum við hérna samanfara þátt. Og setjum bara tölugildi beint inn í hann. Og það er ágætt að vera með svona milli lið hérna til að við sjáum að við getum tekið merkin, on-merkið og off-merkið og síðan værum við með set og reset á tvístöðureglunum. Þannig að ég myndi þá kannski byrja einhvern veginn á þessu, svona. Og þessi tvístöðureglir, hann er náttúrulega fyrir hitara 2, því að hann er bara með af á merki og var tvístöðureglir sem kemur inn og fer út eftir hitastigi, fer inn við 37 gráður og fer út hitarinn við 40 gráður. Þannig að það er bara af á stýring, svona tvístöðureglun. Ok, þá hérna. Hvernig settur maður þetta inn í þessa tvístöðuregla? Svona compare. In compare, þú setur bara inn eins og kemur fram hérna í lið 4. Þú finnur þetta alveg, er það ekki? Jú, hann verður bara þegar ég er búinn að setja þetta inn í ST-Expression þá verður hann blár. Þannig að það er eins og hann. Já, alveg rétt. Já, ástæðan er svo að hiti 1, hann er ekki kominn inn í. Hann er ekki kominn inn, þetta nú við. Já, við ætlum að hafa hann í rauninni inntekar og hérna, líka eftir sem sagt, því með sleða. Það var það sem við höfum verið að gera. Þannig að hérna, við þurfum að setja þetta inn í dataeditorinn. Skellum aðeins hérna, okkur inn í dataeditorinn og setjum hiti 1 þar inn eða bara, já, þetta er bara mæling á hita. Segjum hérna hiti 1. En þetta má ekki vera í búl vegna þess að þetta er ekki af á merki. Þetta er merki sem að nær frá kannski 0 til 100 gráður eða eitthvað álíka. Svo að við þurfum að, þetta er heiltölugildi og til að setja heiltölugildi inn, þá erum við að setja integer, int. Og setjum við hiti 1 inn í gagnagrunninn. Og ef við náum í hann síðan sem sagt til að setja inn í compare blokkina, þá ætti þetta að ganga allt saman. Veljum við bara hiti 1, bil, minna en bil 37. Akkurat. Já, setja hérna, átti eftir að setja inn. Og þetta er öðruvísi af því þetta tilheyrir tvístöðureglunum.
og þá er það skilyrði fyrir því að reglirinn sé virkur, sem sagt manual auto, það sé háttgildi. Þá erum við að setja það eiginlega sem háttgildi hérna, neða sem útgang. Man auto, þetta væri þá, það væri ekki bara einn rofi sem við myndum gera virkan á skjánum, heldur við þurfum að setja hann inn, já það eru þá nokkur skilyrði hérna, að það er skilvindar sé í gangi, dælan sé í gangi, og það er kannski það er spurning hvernig við förum að því að setja það svo í skjáin, við erum bara aðeins að prófa áfram með það. Já, þá höfum við bara á fyrir P-regli hérna. Hérna er þá sárofi. Spurning hvað það kemur hérna. Það er á pláss. Já, vorum við komin með útgangana fyrir þetta. Við þurfum útgang fyrir skilvinduna í data-editorinn. Þess að við erum bara komin með start og stopp. Hér vantar útganginn fyrir fyrir skilvinduna. Þá segjum við bara hérna skilvinda. Útgangur fyrir skilvinduna. Já, við getum kannski bara merkt þetta sérstaklega. Og við vitum hérna hvað við erum að gera og þetta setti ég U í þetta. Og UTG fyrir þetta er skilvindu útgangur. Þetta er útgangurinn fyrir skilvinduna. Og ég þarf að breyta svo aftur hérna í búl, vegna þess að það kemur bara það sem var síðast. Þetta er ekki heiltala, heldur í búl. Og svo verður ég náttúrulega að hafa útgang fyrir dælu 1. Dæla 1. Hérna. Og þetta er náttúrulega líka útgangur. Átt að segja á því. Hérna eru semsagt útgangarnir. Dæla 1, dæla 2. Og já, útgangurinn fyrir hérna hitara 2. Við höfum engan sérstakann útgang fyrir hitara 1. Við erum komin hérna með þennan allavega þess að rofa. En hitari 2, hann þarf að vera hérna með útgang. Því að það er tvístöðureglur. Hitari 2. En það verður samt ágætt að vita hvort að hitastigið, já, það er kannski gott að bara hafa hérna glugga fyrir hitastigið við skilvinduna. Þannig að þá sér maður ástæðana fyrir því ef að, já, þannig að hérna, við myndum bara bæta við þá tölugildi hérna. Fyrir hitara 1, þá myndum við bara setja tölugildi fyrir ofan
Hítari 1 er þá bara virkur út af ef að hermirinn er inni, sko. Eða þess að reglurinn er inni, PI-reglurinn. Ef að hann færi ganga þá er hítarinn að vinna, ef að reglurinn er að vinna. Við verðum að hafa það þannig. Ok. Þá erum við aðeins búin að bæta við útgöngum og ég var að byrja með skilyrði fyrir framan sem sagt þetta hér. Bíddu nú við, það er einhver hver gangi hér. Já, þetta er það komið. Sem sagt, útgangurinn hér væri fyrir manual auto. Og þetta væri af á rofinn fyrir PI-reglin. Svo eru 2 skilyrði í viðbót. Það er að dælan sé í gangi. Þá er það dæla 1. Og skilur þetta. Er þetta útgangandi sem það er að vera í gangi? Já. Spurðu hvað ég næja að setja þetta hérna. Já, og sé þetta betur hérna. Þetta er skilyrði fyrir því að reglurinn sé inni og þar leiðandi að það sé virkur. Þannig að við þurfum eiginlega að setja hérna þetta merki hér bara í staðinn fyrir að reglurinn að þetta hítar 1 sé inni, sko. Þannig höfum við það. Svo eru skilyrði fyrir því að hítari 2 komist inn. Það er rauninni ekki eins erfitt. Við höfum skilyrði fyrir að hítari 2 sé inni er að dæla 2 sé í gangi ásamt regli 2, ok, og afárofa. Já, bíddu nú við, af á fyrir PI var komin og af á fyrir, já, fyrir hítara 2, þannig að hérna, ok. Þannig að þá getum við sett skilyrði fyrir að hítari 2 sé inni, þá setjum við í rauninni bara útgang fyrir hítara 2 hérna. Og eins og þessi manual auto, þá er þessi í rauninni bara venjulegur útgangur, ekki set og reset, heldur bara, ef öll skilyrðin fyrir framan eru uppfyllt, að þá kemur hann inn. Og það er það sem sagt að dælan sé inni, dæla 2, og já, þetta var í rauninni reglir 1, sko. Það var bara einn reglir. Við erum ekki búnir að, bara reglir 1 hérna einhvers staðar. Það var ekki komið með útgang eða hvað. Ekki bara tvístöðureglir? Jú, það var bara tvístöðureglir, það er rétt. Þá segi ég bara ásamt tvístöðuregli hérna. Þannig setjum við það upp. Skilyrði fyrir að hítari 2 komist inn og finnum við það út hérna. Þá veljum við hérna útganginn er hítari 2
Hér heitari 2, ok. Hann bara af á, en hitt verður að vera fyrir framan PI-reglin. Þess vegna manual auto fyrir framan það. Og síðan þá það dæla 2. Það þarf að vera dæla 2 í gangi. Og að tvístöðureglunni sé inni. Það sé þörf fyrir hitunina sko. Þá þarf hann að vera inni. Þar var tvístöðureglun, hann hérna neðst, stafrófinu. Og síðan af á rofi fyrir hitara 2. Þannig að við gætum, ef það þyrfti eitthvað viðhald á hitaranum, þá getum við slökkt með þessum af á rofa. Af á hitari 2. Hérna. Það var spurning hvort ég næði þessu hér. Jú, það gæti gengið og þá sé ég, sé ég allt nafnið hérna. Þá þessi skilyrði komin. Og þá bara spurning hvort að þið hafið náð að fylla þetta allt saman upp. Já. Fyrir út af compare, býr maður til bara bool on og off takana? Já. Þessir eru bara, mega vera í bool líka, en það alveg nóg að þessi bool. Og on 1 og off 1 bara ekki komin hérna. Já. On 1 og off. Já, off 1. Það hafa þetta bara eins og í verkefninu. Kannski hafa þetta svona. Og svo var tvístöðureglin komin með útgang. Já. Það nefnilega ákveðin kostur að geta náð í þessi merki til þess að fylgjast með því til dæmis ef að viðkomandi í gangi eða þetta merki í gangi í óðurlega langan tíma. Þá getur maður sett það inn á einhver tímaliða og getur þá komið fram með viðvörun. Þannig að þess vegna gott að taka þetta út, sérstaklega. Og þetta og on og off hérna megin. Og hann setur þetta merki hérna, það setur inn set á tvístöðureglinu sem þetta neðstur. Og síðan off merkið þarna. Það slekkur á hana. Þá gerir maður það þannig. Tvístöðureglir, það útgangurinn og samanburðurinn og vorum við búin að setja inn þetta sem ég setti on og off. Hvernig kom það? Kom það sem e-bool? Já, það kom sem e-bool því það var það síðasta sem ég valdi. Og þá ég ná í hit 1 sem að þá heiltala int, integer. Ok. Já, það eftir að setja inn samanburðinn. Þá setja ég bil og minna n. Bil 37. Og ógefa það.
Og síðan hitt sama, hitt 1. Já, ég ætla að setja samanburðinn líka. Hitt 1 til. Þegar hann er komin upp fyrir 40 gráður. Þá fer hann upp í 41 gráðu, það er allt í lagi. Að þá kemur off-merki og þá slokknar á tvístöðureglunni. Ok. Og þá í rauninni bara að setja inn reglun aftur. PI-reglun, þegar þetta allt komið. Setja fyrst inn skilvinduna hérna. Útgangurinn fyrir skilvinduna. Skilvinda útgangur. Það var hérna. Og síðan var það ok. Og svo var það dæla 1. Það var dæla 1, já, ok. Dæla 1. Það hægt að gera þetta líka svona, en dæla 2 var ekki komin. Jú, dæla 2. Og þá ræsingin start skil hérna. Og síðan var stopp skil. Og svo ætlum við að ræsa dælu 1. Og stopp dælu 1. Start til 2. Og stopp til 2. Þá ætti þetta nú að vera komið, þá bara eftir að setja upp reglun. Og það kannski spurningum að hérna hvort við ættum að fara í það á, já. Það kannski í þessari viku þá byrjar svokallað vetrarfrí. Tókuð eftir því? Já, ég sá það. Það byrjar á 5. degi og á 1. degi líka, þannig að við látum 1. daginn vera. Svo að hérna, en það spurning hvort að við náum þessu að, já, við þurfum að setja náttúrulega upp skjá og bæði fyrir reglun sjálfan og fyrir kerfið. Og þetta náttúrulega fyrir hittar 1 á ekki lengur við af því ég búin að skipta út reglinum eða setja reglin í staðinn fyrir þennan sleða hérna.
En hitti 2, hann verður áfram svona. Þannig að við gerum smá breytingu á þessari mynd líka. Og eins og sagt, það sem að við setjum inn aðalega þessi hluti hérna. Það ekki kannski nauðsynlegt að setja inn tankana og rörin. Ekki nauðsynlegt, en bara til þess að þið hafið svona skýra mynd af því hvernig þetta á að vinna, þá betra að hafa einhverja hugmynd. Þetta gefur okkur svona hugmynd hvernig þetta á að virka. Og væntanlega þá setjum við upp, við gætum í sjálfu sér sett upp einn skjá með öllu þessu hér, þessum rofum og einu svona sleða og síðan sem sagt myndinni af reglinum, þess að hérna. En áður við náum því, þá þurfum við að setja upp þetta kontról og filter. Þannig að þá spurning hvort að þið náið að vinna í því. Kannski að við klárum þetta þá bara allt saman eftir vetrarfríið. Og Erum við þá búnir í dag í þessu verkefni? já, ég myndi nú segja það sko, að þið getið þá sjálfsér haldið áfram að vinna í þessu verkefni þar því þið þekkið uppsetninguna á PI-reglinum og ég hugsa að ég myndi athuga stöðuna á sem sagt, til dæmis síðasta verkefni að hérna hjálpa til við að koma því inn. Þannig að ég ætlaði bara að leyfa ykkur að halda áfram sjálfum með þetta verkefni. Heimaverkefni 3. Já. Það var skil á því í gær. Ó, já. Hvernig staðan á því? Náðu ekki allir að skila því þá? Nei, ég ætlaði þess að fá smá Skilaði ekki. Nei. aðstoð frá þér. Já. Skildi ekki að því að það var að stoppa bandið þegar kemur tilbaka og það var Já. svona, Ok, býtum nú við. það ykkur í steypu. Já. Allt í lagi. Ég skal bara fara í það. Ef við segjum, ég ætla bara að loka þessari upptöku núna, þannig að við myndum halda áfram í seinna.